Komið blessu og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva á nýju ári. Gleðilegt ár. Fyrsti gesturinn, hann nú ekki dreginn upp úr neinu. Hann kemur hér sprettharður, nýfluttur til Akureyrar, ef svo má segja. Reykvíkingur í húð og hár, læknir, starfandi hér á Akureyri. Hannes Petersen heitir hann. Við hittum hann á eftir. Hannes, vertu velkominn. Takk. Og gleðilegt ár. Já, gleðilegt ár sömuleiðis. Hvernig hérna var árið sem liðið því að var að líða? Viðburðaríkt, svo sannarlega. Flutti norður til Akureyrar í byrjun árs. Fékk ársleyfi frá Landspítalanum þar sem ég hafði unnið í upp undir 20 ár. Já. Sem yfirlæknir á háls- og heyrnardeildinni. Og fékk frí til að koma og starfa hér á Akureyri. Fékk vinnu á sjúkrahúsinu, hlutastarf og fór af stað síðan með stofu út í bæ, einkastofu eins og það gjarnan kallað. En vildi samt ekki sleppa hendinni af öllum þessum vinnuþáttum sem ég sinnti í Reykjavík og held áfram að kenna við læknadeildina. Ég er prófessor í anatómíu eða líffærafræði og kenni líffærafræði og fósturfræði við læknadeild háskóla. Já, þannig að þú ert svolítið á ferðinni. Svolítið á ferðinni og nú er að fara í hönd, nú á nýju ári að þá er meginþungin í líffærakennslunni núna í mars og apríl og maí, þannig að nú þarf ég að fara spenna með vængina. Já. Sérgreinið þín, háls-, nef- og eyrnalæknir. Fyrst læknir, almennur læknir, síðan velja menn sérgrein. Akkúrat. Já, er þetta er ekki hægt að klára læknisfræði og fara svo að praktísera? Þurfa menn að taka einhverja sérgrein? Í sjálfu sér ekki og þú getur í ránið þegar þú ert með lækningaleyfi í hönd að þá getur ráðið í rauninni hvar sem er. En tækifærin felast pínlítið í því að þú sérhæfir þig í einhverju því að krafan er sérhæfing. Já. Og jafnvel heimilislækningar í dag sem er mjög vaxandi og fín sérgrein í því að vita allt í rauninni einstaklingi. Hægt og rólega myndir þú eflaust verða út reynslu á við besta sérfræðingi þeirri grein og verður að sinna því verkefni. Já. En það er að fá þennan stimpil, fá þessa viðurkenningu að þú hafir farið í gegnum eitthvert eins og gjarnan kalla prógrammið í gegnum eitthvað skipulagt ferli þar sem þú gerir þetta og þetta og þetta og færð síðan þessa viðurkenningu. En menn þarftu ekki að sækja það þá til útlanda? Jú, ég fór eftir að hafa aðeins kynnt mér þetta, háls- og eyrnalæknisfræðina hér heima, þá féll ég fyrir faginu og fór síðan til Svíþjóðar. En það að háls- og eyrnalækningar urðu fyrir valinu var pínlítið tilviljun, eins og svo margt í mínu lífi. Já. Og þá var það þannig að ég var að vinna á rannsóknarstofu í líffærafræði við að teikna anatómískar myndir þegar kunningi minn hringir og þá var ég útskrifaður úr læknadeildinni og ég ætlaði bara að vinna við þetta. Fannst þetta áhugavert og skemmtilegt og þá hringir félagi minn í mig og segir: Hannes, heyrðu, þú verður að bjarga mér. Nú, hvað er það? Jú, það vantar aðstoðarlækni á háls- og eyrnadeildina og yfirlæknirinn sagði ef við reddum þessu ekki að þá leggur hann niður þessi aðstoðarlæknisstöðu og ræður í hana sérfræðing og þá fáum við aldrei að vinna þarna sem aðstoðarlæknir og kynna okkur sérgreinina. Nú, ok. Og hvenær er þetta? Já, þú verður að byrja á morgun.
og ég talaði náttúrulega við minn yfirmann og spurði hvort þetta var í lagi og hann sagði já, ef að þetta leiði til þess að þú fái lækningaleyfi þá er bara eins gott að byrja. Já. Og ég hringdi og sagði já, ég hef engan áhuga á þessu fagi og ég get ekki hugsað mér að fara í þetta. En ég skal redda þér ef að ég fæst þetta og þetta og þetta í staðinn og hann sagði já og ég byrjaði og fannst þetta bara strax mjög áhugaverð. Já. Þarna þetta fást við bæði kyn, allur aldur, kornabörn upp í sem sagt, eldri einstaklinga, skurðaðgerðir sem meðferðarúrræði, lyf sem meðferðarúrræði, fjölbreyttir sjúkdómar, greiningar, tæki, þetta er virkilega skemmtileg sérgrein. Já, þetta er skemmtilegt. Heldur betur. Já. Annars gætum maður ekki gert þetta. Nei. En þú ert á þessu svæði? Já, það er einhvern veginn andlitið undir og hægt og rólega þá svona meiri seg í sérgreininni hálsnef og eyrnalækningar. Þá er töluvert undir sérgreinar og á stórum spítölum erlendis þá eru sumir hálsnef og eyrnalæknar sem bara fást við eyrnaaðgerðir. Já. Einstakling sem fást bara við sjúkdóma í nefi og svo framvegis. Já. En einhvern veginn hefur eða var allavega þannig hér á Íslandi að það var einhvern veginn ekki í boði að undir sérhæfa sig innan greinarinnar. Já. Því að maður varð að vera tilbúin að taka við í rauninu öllu sem kom á sem sagt bráðamóttöku. Já. Og fyrir vikið er maður að sinna sem sagt flestum þeim þáttum sem snúa að sérgreini. En hægt og rólega svona þá fór ég að hafa meiri og meiri áhuga á sjúkdómum í nefi og andlitsbrotum, rétta þau og festa og svo náttúrulega svimi. En í sem sagt sérnáman út í Svíþjóð að þá skrifaði ég líka sem sagt doktorsritgerð samhliða sérnáminu að verða hálsnef- og eyrnalæknir, þá sinnti ég rannsóknum við háskólann og skrifaði mína doktorsritgerð innra eyrað og hlutverk þess í getu okkar að möguleika að standa uppréttum. Svimin kemur hérðan. Já, að hluta til og svimavandamál, svona hefðarinnar vegna eru sem sagt sjúkdómar eða vandamál sem hafna á borði hálsnef- og eyrnalækna. Já. En hvers vegna valdirðu þetta? Þú segir að þú hefur til dæmis verið í þessari anatómísku teikningu og slíku. Já. Var það ekki dálítið athyglisvert? Það var mjög skemmtilegt og í rauninni ætlaði ég ekkert endilega verða læknir. Ég ætlaði kannski miklu frekar að verða myndlistarmaður. Nei, er það? Já. Og hafði mjög gaman að teikna og hef það í sjálfu sér enn þó svo að tíminn sé ekki manni hliðhallur hvað það var þar. En allavega þegar ég var í menntaskóla þá var ég ekkert að menntaskólanám mitt var ekkert að sem sagt beindist ekkert að því að fara í læknisfræði, langt í frá. Nei. Þá var maður að brasa í sem sagt myndlist og bara reyna að hafa það gott. Við vorum þarna hópur félagar þarna sem nú eru nafnkunnir listamenn. Við vorum þarna í hóp og við einmitt þarna á lokametrunum í menntaskóla þá vorum við að velja okkur fög sem leitu til þess að skólataskan væri sem þynnst og sá mann sem gat verið með öll valfögin í eða öll annar fögin í sem þynnstri skólatasku. Já. Og það voru svona barnabóka áfangar og vélritun og myndlist og leiklist og allt það. Þannig að það var ekkert. Og svo kláraði ég þarna jólin 79 og var þá að vinna á sem sagt bókaforlagi Ísafoldar. Það hefði gert að jólin alltaf, sem sagt, þarna nokkur ára undan sem svona vikastrákur á forlaginu og svo var bara allt í einu jólin búin og þá spurði pabbi og hvað ætlar svo að gera? Og ég sagði, ég hafði nú ekkert hugsað það en þú er að vinna eitthvað og þá sagði ég
ég geti svo sem hugsað mér að skoða eitthvað varðandi líffræði því að ég hafði svona gaman af mannslíkamanum og svona módeltekník og annað, þannig að svona mér datt í hug líffræði og þá sagði hann, viltu ekki tala við hana Margréti Guðna sem býr hinn í blokkinu á móti og spyrja hvort hún hafi vinnu fyrir því og ég skokkaði yfir lóðina til Margrétar og hún sagði, jú, komdu á morgun klukkan 8 og þá byrjaði ég á rannsóknarstofu í veirufræði. Já. Og bara í hvítum slopp? Bara í hvítum slopp og þá var hún að fara af stað með að undirbyggja sem sagt það ferli sem krafist þegar þú byrjar á svona stórum bólusetningaverkefnum og það í þessu tilfelli var það sem sagt bólusetning gegn rauðum hundum. En rauður hundar eru þekktir af því að geta valdið í mitt heyrnarleysi og það var faraldur 1964-5 man rétt sem leiddi til sem sagt heyrnarleysis og meiningi var að kortleggja hvaða stúlkur hefðu sem sagt mótefni eða hvernig mótefna staðan væri hjá ungum stúlkum, hvað var það rauða hunda upp á þá hvenær ætti fyrst á hvaða aldri ætti að bólusetja. Og ég man það þarna vorið þá 1980 og þá sem sagt fer ég í grunnskólann í Reykjavík og sting nánast allar stúlkurnar í eyrnasnepilinn og náði úr þeim blóði og mældi sem sagt rauðhundamótefni. Og svo var þetta í umræðinu og margur sagði, nei, þú átt bara að fara í læknadeildina. Já, akkurat. Og þá innritaði ég mig þá sumarið og svo vegna sem sagt svona þessar getuminnur og áhuga á að teikna þá fór ég strax árið eftir að vinna á rannsóknarstofu í líffærafræði eða rannsóknarstofu í anatómíu og þar var prófessorinn að fara af stað með verkefni. Það er að segja að hann var með anatómíu texta á sem sagt íslensku og latnesku á þessum orðum sem fólk og nemendur þurftu að kunna en hann vantaði sem sagt myndir sem féllu að textanum og ég fengi til þess að gera þetta og þetta var kallað svona audiovisual sem sagt fyrirbæri. Það er að segja, það var búið að búa til lítinn kassa og við hliðin á kassanum var svona slætsmyndavél með karúselli og lítið segulband og svo var textin lesinn, svo kannstu settaði sem sagt heyrnartól og hlustað á lesinn texta og svo var sagt slæða 1 og slæða 2 og þá ítt á takkan þá kom myndin á svona, það var búið að setja smjörpappir og gler þannig að þú sást þessa mynd. Sem að þú varst búin að teikna? Sem ég var búin að teikna. Og þetta var 5 mínútur í tölvuöld. Já. Þetta var 5 mínútur og öll þessi vinna sem var síðan lögð í þetta sem hægt og rólega þegar við vorum að þróa þetta þá sáum við svona hvernig tölvuprógramm voru að koma í bakið á okkur. Já. Var þetta teiknað sko, var þetta þá, þetta voru alvöru líffæri? Já. Maður náttúrulega bæði hafði maður tækifæri stundum til þess að skoða þá í krufningum eða úr þessum líffærabanka sem þá var til á líffærafræðinni og svo líka bara myndir notaðar úr bókum og stílfærðar og sveigðar til og tekið út og þetta var sem sagt svona hugmyndin var að gera þetta þannig að þetta væri, hvað maður að segja, einfalt, það væri svona hlaðið á, það væri alltaf einhver ákveðin grunnmynd og síðan væri hlaðið á hana sem sagt hægt og rólega því sem verið var að sýna og kenna eða koma á framfæri í textanum. Hannes, tíminn líður svo hratt hjá okkur. Þú kom til Akureyrar, eins og vorum að tala um. Þú ert bara sko miðbæjar strákur Reykjavík. Já. 101 strákur. 101, fæddur og uppalinn í Grjótagötunni. Já, er það? Já, bara á þessum yndislega stað. En svo eins og ég segi, svo lærir þetta og þú ert bara komið til Akureyrar.
eins og einhver myndi segja, hvernig fílar þig að vera komin úr, já, bara frá þínum heimaslóðum? Bara mjög vel. Já. Bara mjög vel. Það var mjög vel. Varstu ekki hræddur við þetta? Nei, ég svo sem hafiði búið hérna tíma rétt eftir sem sagt að ég kom frá Svíþjóð, búin með sérnum og kom ég og var hérna í 1,5 ár. En bara fannst þetta bara meira átta frá fyrsta degi. Sko. Svona rólegt og þægilegt, ég hef gríðarlega áhuga og gaman að því að fara á skíði og svo sannarlega var síðasti vetur þess eðlis að það var að láta þá drauma rætast alveg í botn og svo eigum við hérna hesta og erum aðeins að garfa í þeim og það eru yndislega reiðlegir hérna út frá Breiðholtinu og eru þið með hesthús og allt svoleiðis? Já, leigjum okkur pláss, erum svona leigulegar. Þannig að það var mjög vel við mig og síðan alltaf eins og þessi vinna, ég er bæði hér upp á spítala og á þessari stofu og svo í Reykjavík og svo í Reykjavík og það er svona kannski það sem að saknar að vísu fær maður svolítið nasaþef af því hérna upp á spítala en að því að ég er að vinna þar sem sagt 2 eftirmiddaga á bráðadeildinni en ég var 19 ár sem læknir á þyrlu Landhelgisgæslunnar. Já, til að mynda. Ég ætlaði nú að spyrja þig um það. Nú, já. 19 ár sem þyrlulæknir. Já. Hvernig veljast menn í svoleiðis starf? Já, það er kannski bara eins og þessi tilviljun sem ég talaði um. Háls-, nef- og eyrnalæknir? Já, þegar ég kom sem sagt og fór að vinna á Landspítalanum þá var mjög góð vinur minn þar læknir á þyrlunni og hann spurði, hringdi, ertu ekki til í að hérna taka vakt, okkur vantar manna í vaktagrúpuna. Já. Ég sagði bara jú. Ég segi aldrei nei, það er kannski kallið. Þessna komstu til mín í spjall. Nákvæmlega. Já, hvað áttu, sko getur maður spurt þig, hvað áttu marga flugtíma á þyrlunni? Ég veit ekki, það væri nú hefði hægt að reikna það út. Já. Þetta var náttúrulega mikið þarna fyrst og þá svona í gegnum árið þá hefur þetta verið svona hópur 5-6 lækna og hérna 360 dagar, það eru hérna 60 dagar ára, það eru 2 mánuðir á vakt á ári, þannig að og það í öll þessi ár, þannig að það er... Já. Hvernig tengist þetta sko starfinu þínu? Var þetta þá ein vinnan í viðbót til að tengist þetta þínu fasta starfi á Landspítalanum? Já, þetta tengdist bara mínu fasta starfi á Landspítalanum og þetta var bara, þá bara greitt sem vaktavinna. Já. Og það voru svona, sem sagt, þetta var hugsað þannig að það væri þá kannski fyrst og fremst á tímanum 4 til 8 morgun eftir sem að maður var að dekka, sko. Já. Kallaður út hvenær sem er? Já, hvenær sem er. Alltaf tilbúin? Alltaf tilbúin. Bara í fluggalanum með hjálminn og... Já, það draslar allt út af velli og fyrst þegar maður byrjaði þá var bara 1 hjálmur fyrir læknana og 1 galli. Þannig að það var hérna og einhver úlpur og skór svona sem maður hirti. Í flugsalninu, það sem ég er nú, það er þyrla. Já. Þú flögst á henni. Já. Þá höfðu engin sæti aftur í. Nei. Bara á gólfinu. Bara á gólfinu. Og ef maður þurfti að gera eitthvað, eins og maður segir sko, þá náttúrulega lág sjúklingur, ef maður þurfti að barkatræða sjúkling, þá þurfti þú bara að gera svolítið að liggja á gólfinu við hliðina á honum. Og þetta var aðstæðan. Þetta var aðstæðan. Já. Og kannski, og svo bæti maður við hristingi og myrkri og kulda og svona, þannig að það var, en þetta virkaði og gekk vel og... Var þetta þess virði? Heldur betur. Já. Maður er stundum að velta fyrir sér í sambandi við fólk sem að fer út í sko þessi önnunarstörf, hjálparstörf. Hvað er það sem að dregur fólk út í þetta? Er þetta manngæska eða þörf til að láta gott af sér leiða eða hvað er það sem að tekur eins og til dæmis tekur inn í þetta starf? Já, ég veit það ekki, kannski fyrst og fremst þetta, alltaf láta eitthvað gott af sér leiða. Já. Nú voru sem sagt nú var allavega sjómenn í ættinni þó það var engir sveitamenn og þeir tengdust þarna Vesturbænum og það er kannski að
skila tilbaka og sinna þeim einstaklingum. Það stór hópur manna og kvenna vinna á sjó og þeir eru náttúrulega eins og hver annar vinnandi maður á landinu rétt á að fá hjálp ef þeir lenda í neyð en já, eins og ég segi, ég bara maður pælir ekkert í þessu, það allavega eitthvað sem dró mig og ég hafði gaman að þessu og sem sagt naut þess að vera í þessum hóp og gaman aðeins að komast út af spítalanum og þetta voru krefjandi verkefni og verkefni sem svona pínlítið neyddu mann til þess að hugsa út fyrir boxið, gera eitthvað svona sem að gera ekki alltaf og skoða og fylgjast með og vera sem sagt svona meira að leysa hlutina heldur en að byggja á einhverju sem að kannski þú undirbýrði ekki, þú ferð ekkert kvöldin áður og lest eitthvað, ég lendi í þessa morgun. Já, nei, ekkert svoleiðis. Þetta kemur bara að þér. Já, og það kannski þá, einhver myndi segja þetta þá bara að hluta þessari adrenalín þarna Fíkn, já, hvað kallar það? Já. Varstu aldrei hræddur í þyrlufluginu? Jú, auðvitað var maður það. En maður svona fann, það var svo, sem sagt, hópurinn svo góður. Þú ert með fagmenn þarna í öllum stólum, öllum stöðum og það þessi þessi öryggistilfinning sem maður fær þegar maður að vinna með fagfólki sem einhvern veginn bara róast maður. En auðvitað var maður hræddur og svona einhvern veginn ekkert alveg sama alltaf. Nei. Einhver sérstök atvik sem að voru umtalaðri heldur en önnur sem þú lentir í eða þurftir að vinna í? Já, mörg af þessum útköllum náttúrulega enduðu á síðum blaðanna og annað slíkt, en það var ekkert eitthvað sérstakt, sko. Kannski þessi sem ekki rata fara kannski þegar hvað maður að segja í sjúkraflug á Ísafjörð, ná í nýbura eða einhvern alvarlega veikan, brjála veður, ekkert flogið á Ísafjörð. Þannig að þetta oft svona kannski erfiðar útköllin en enda kannski ekki endilega í sem sagt miðlunum, sko. En fáið þið þakklæti þrátt fyrir það? Já. Kemur fólk til ykkar, fáið þið sendingar, blóm og þessu áttar? Það eitthvað það, já, svo sannarlega. En og það náttúrulega bara yljar manni. Já. Hvenær varstu síðast í þessu? Það sem sagt í desember þá fyrir rétt rúm ári að þá var síðasta vaktin 16. desember 2015. Það var síðasta vaktin? Það var síðasta vaktin. Og það var vaktin en fórstu í flug þann dag? Nei. Nú flögstu ekki á síðasta vaktinu? En hefur ekki bara áhuga á því að læra að fljúga? Nei. Ég má ekki gleyma því, sko, fjölskylduhægir fyrir konaðinn. Sigrún Arna, Arngrímsdóttir, þannig að það ætti nú að vera kannski hæg heimatökin að fá að fljúga, en nei, ég hef ekki, það er miklu betra að vera. Hún hefur flugpróf? Hún hefur flugpróf, já. Þið eru saman í hestunum, fer hún á skíði? Já. Þið í Land Rover gamlan? Já, heldur betur. Já, og ertu fjallageit líka eins maður segir? Ertu útiverumaður? Útiverumaður, já. Mjög gaman og við reynum að setja dót í skottið á Land Rovernum og skrölda svo á stað, tjald og svona einfalt, þannig að það bara, þetta meiri háttar. En nei, ég get ekki hugsað mér að fljúga. Ekki hugsað að fljúga? Nei. En þér finnst ekkert vont óþægilegt að fljúga? Nei. Og þeir hafa nú verið að biðja mig að fara eina ferð á sjúkraflugvélinni. Já. Og ég hef nú látið til leiðast. Hefurðu gert það? Já, það líka gaman aðeins, svona ekki segja alveg bless. Nei. En nú komið nýtt ár. Já. Þú ert búin að opna stofu. Ég heyri fyrir Karilla á ég að koma til þín. Já. Hvað gerir við mig? Skoðar inn í eyrun? Skoða eyrun og mæli heyrnina
og reynir sem sagt, allt byggist þetta á sem sagt að greina. Já. Og þegar greiningi liggur fyrir þá sagði nú sá sem kendi mér hálsn og eyrna læknisfræðina, þá meðferðin einföld, hann sagði það alltaf. Þá meðferðin einföld. Við ætlum sjá til með það. Hannes, úttekið myndaðir. Takk, og verður velkomin. Já, svona, sjá. Já, þetta er jólalegt eftir áramótin. Kærar þakkir.